Halló, ykkur þar? Halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Jæja, hvað segir þið þá gott í útvarpinu? Já, það alveg bara mjög góð stemning og þakka þér fyrir. Hvað hefur svona á þína dagadrifi? Hvað ert þú að hugsa? Já, það ekki góð stemning hérna hjá mér. Nú? Nei, alveg hundleður á þessu öllu saman. Nú? Ég veit bara ekki hvað ég á að gera að mér lengur. Ég alveg bara hundleður á þessu. Og ég vona að þessi nýju flokkar sem að koma í stjórn núna, að þeir afnemi strax þessa launaleynd. Já. Því að mér finnst hún vera mjög slæm. Launaleyndin? Já, hún alveg mjög slæm og þetta hefur mjög slæm áhrif mjög marga í þjóðfélaginu. Þetta svona baráttumál fyrir þér? Já, virkilega, sko. Núna ég er nú að vinna á skrifstofu í mjög stóru fyrirtæki. Já. Við skulum ekkert segja hvaða fyrirtæki það er. Nei. Þannig að það er mjög stórt fyrirtæki og ég er búin að vera að vinna þar í mörg ár. Ég er búin að vera að vinna þar frá 97. Já. Og ég hef alltaf mætt, ég mætti alltaf á réttum tíma. Já. Og ég gerði allt sem að minn yfirmaður segir mér að gera. Og ég er að vinna svona á skrifstofu með svona almenn skrifstofustörf. Og mikið útreikninga og tölvuvinnslu og annað slíkt. Já. Og það er maður sem að vinnur á næsta borði við mig. Sem að er að gera nákvæmlega sömu vinn og ég. Já. Og hann var sko, hann var að kaupa sér BMW. Já. Já, bara glænýjan BMW. Já. Og hérna þú heldur það og staðhæðir að hann sé þá með að herra að kaupa það? Það hlýtur að vera ekki. Ég er nú að kaupa með BMW. Nei. Nei. Ég hjóla í vinnuna. Já. En ertu í sjálfu sér ósáttur við þitt kaup? Ég er ósáttur við það ef að ég er með minni laun en Magnús en þessi maður. En þú getur ekki hugsað þér að líta á þetta bara hversu virði ert þú sem starfsmaður, hvað fæ ég í kaup, óháð öðrum, sko. Þú vilt bera þig saman. Mér finnst að ég má kaupa með BMW ef að hann er að kaupa sér BMW og við erum ekki með sömu laun. Það finnst mér ekki vera gott. Nei. Það finnst mér vera mjög slæm. Sko, ég myndi alveg vilja kaupa með BMW og hlusta útvarpið þegar ég er eins og Magnús, hann var ekki þegar hann kom í vinnuna núna í gær, þá var ég að fylgjast með hann og ég var að læsa hjólinu mínu, þá var hann að koma bara í róleitunum og BMW, satt svo bara í bílnum og var að klára að hlusta á útvarpið, ég get ekki hlusta á útvarp á hjólinu. En þú ert ekki hálaunamaður, þú hefur ekki efni á bifreið. Ég hef ekki efna á að kaupa með BMW sem er útvarpi og allt. Nei. Og ég er hundleður á þessu. Og þegar maður er að vinna einhver staðar og fólk sem er búið að vinna stuttara en maður sjálfur sem að sko eins og maður sem að byrjaði að vinna 2 árum á eftir mér og hann er alltaf orðin komin orðin deildastjóri. Já. Nú, hann er ekki alveg sama starfi á þú. Hann fór núna bara eftir jólinn, fór hann til Kaupmannahafnar og fór til Oslo á fund. Áhver var ég ekki þar? Já. Ég hef búin að vinna mikið lengur en hann. Já. Og ég hef búin að tala um þetta við minn yfirmann. Ég sagði við yfirmanni minn, halló, ég geri allt sem að þú segir mig að gera. Já. Þú segir mér að flokka þessi gögn, ég flokka þessi gögn. Þú segir mér að ég á að fara í tölvuna og gera í Excel og koma með kostnaðarreikning og kostnaðaráætlun og ég geri það allt. Hverju má ég ekki fara til Kaupmannahafnar? Og hefur þú beðið kaupækkun? Eða finnst þér það, það ekki mál? Hvað ég að byrja þetta er allt leyndamál. Það er launaleynd. Það segir Magnús. Ég spyr
ég talaði við Magnús og ég bara gæti ekki á mig setið, sko. Ég bara vorum að lappa. Og varstu þá að spyrja hann, hvað er þessi ónafngreindi maður í kaup og þú vilt vita það? Við vorum í matsalnum og ég kaupi alltaf bara, sko, ég hef ekki efni á, ég kaupi matamiða, ég kaupi 10 matamiða í einu og ég kaupi alltaf halkfæði, bara vegna þess að ég hef ekki efni á því. Svo kemur Magnús eins og fýtt kall í nýjum skóm og ég veit ekki hvað og hvað og hann fær ekki drull á sína skóði, hann situr í BMW. Nei, það er annað en að hjóla og þurfa að hjóla í drullipollum og jafnvel þetta. Og hann fekk sér fullt fæði bara og sagði já og hló framan í konuna í mötunutinu og sagði meiri sósu, sagði meiri sósu og ég satt, sko, ég var svo reiður, ég var að horfa á hann borða, ég var svo reiður, svo var hann að lappa út og eldi hann og svo bara þegar við vorum komni fram að þá bara gat ég ekki á mig setu og ég hnippti svona í hann og sagði bara hvað er þú eiginlega með í laun? Sagði ég við hann og þá fór hann eitthvað undan í flæmingi og sagði eitthvað ég má ekki segja og þá er það launaleynd, sko. Og ég er búinn að fá mig svo fullsattan af þessu að ef það verður ekki breyting á þessu og ég ætla bara að láta vita af því í útvarpinu að ef það verður ekki breyting á þessu máli að þá sé ég mér ekki annað fæst en að taka til minna ráða. Og ég er komin, sko, fremsta hlunn með það og ég er búinn að vera að huglega það að ég er að hugsa að bara í matatímanum að lappa fram fyrir minn yfirmann og bara hreinlega skera af mér tippið fyrir framan hann og sjá hvort að það reyfir ekki aðeins við honum. Nú ert að eitthvað að skreita. Þú fær nú ekki að gera það. Maður bara spyr sig hvað maður getur gert til að virkilega að atvinnuveitendur fari að hlusta á mann. Þetta er nú allt og langt gengið. Það væri algjört örþrifara og þetta vil ég... Þetta skaltu ekki gera. Þetta skaltu ekki gera. Ég segi það alveg satt. Það veit bara ekki hvað maður á að gera. Nei, ekki og þetta. Og það er ástandið á vinnumarkaðinum er orðið þannig að maður það virkilega, það dugar ekki lengur að fara í kröfugöngur eða tala fallega. Maður verður að fara að grípa til róttækra aðgerða. Já, þetta er nú of langt gengið, myndi ég segja, og þú gætir virkilega að slasa þig ef þú ætlar að fara út í... Ef þú ert að meina þetta bókstaflega, sko, ertu það? Jú, það er náttúrulega alveg rétt. Já, hugsaðu þetta. Það er ekki alveg hugsa út í það. Hugsaðu það. Ég held ég geti alveg ráðlagtir það. Já, og það er náttúrulega ákveðin punktur í þessu sem maður þú ert þarna mjög fær starfsmaður og þú getur sagt upp, þú getur beðið launahækkun eða þá að stjórnvöld aflétta launalindinni og kjósa einhvern flokk sem að vil það. Heyrðu, þetta var athyglisvert og ég þakka þér fyrir að hringja. Þakka þér kærlega fyrir og ég heilsa ykkur öllum í útvarpinu. Já, takk fyrir það.